Hei, Arnar, má ég bjóða þig velkomin í framtíðina? Já, takk. Þú sér að selja, Gorilla sér allt hitt. Ertu klár? Já. Svona virkar þetta. Gorilla vöruhús, Já. þeir sjá vöruhýsingu, afgreiðslu og dreifing á vörum. Eina sem þú þarft að hugsa koma vörunum í þeirra hendur. Yep. Og þú sefur á nóttunni. Þú ert ekki sjálfur eða sjálf að skutlast út allan bæ. Þarf bókstæðlega ekki að huga neinu. Nei, hugsaðu bara að selja. Það er það sem þú ert góð í sem frumkvöðl. Moka þess út. Já. Og leiðu Gorilla að sjá lagerinn og koma honum í réttar hendur. Ekki spurning. Þetta er bara ný víta á lager og netverslanir. Ekki spurning. Hei, Arnar, velkomin í framtíðina. Takk. Gorilla vöruhús. Takk. Já, kæru hlustundur, það er föstudagurinn 20. janúar. Já, Hvað þetta er verri dagur en föstudagurinn 13. Nú, það var nú ekkert svo slæmur. Nei, Það var bara fínt. samt svona, ef við byrjum þetta bara Já. á skalanum 1-10. Hvað varstu pirraður út í Svöfumarín í vikunni? Býttu nú við. Þegar hún stalaði listanum heitustu mæður landsins og byrti bara sem frétt. Já, alveg rétt. Þessi listi er búin að liggja á borðinu. Ég ætlaði að pósta honum inn á LinkedIn. Já, Já, heitustu mæður landsins. var það Svavamarinn, já. Já. Ég þarf greinilega Bölvaðir. að hafa samband við hana. Anskotin er þetta. Já. Nei, herri, verið velkomin. Já, við erum með nokkuð drekklaðin þátt í dag. Eigum við að byrta heitustu fjárfestar landsins? Já, þú veist, áttu við þá bara útlitslega? Já, hver væri nummer 1 hjá þér? Útlitslega? Já. Fjárfestar? Ég veit ekki maður sjá. Þeir eru, þetta er náttúrulega, af hverju fór ég að hugsa kallmenn beint? Nú er ég gagnkynhneigður, sko. Já. Nei, þegar ég hugsa fjárfesta, þá fór ég að hugsa konur. Já, ok. Hvað, varst þú að hugsa kalla? Heitustu já, þú veist, það bara kom fyrst upp í hugan, skilur. Já, Allt í góðu. Ég veit ekki. Er ekki top of mind alltaf Heiðar? Jú. Viltu fara, Já, þú veist, kaffibrút? auðvitað er náttúrulega Johnny maður. Johnny House of Scale, hann er alltaf... Aha, nummer 1 hjá þér? Já, hvað er annað? Hann er bara búinn að vera í acquisition. Hann er top of mind hjá mér, sko. Já. Þetta er þetta ágætis pæling. Já. Hendin í Dibbitt og Pingjan. Við þurfum kannski að Lista er bara lista. spurning. Já. 10 heitustu fjárfestar landsins. Einmitt. Fyrst að það er búið að byrta listan þinn, 10 heitustu mæður landsins. Já, einmitt. Herru, við erum hérna eins og ég segi með drekklaðin þátt í dag. Já. Og það var nú ýmist á góma í fréttum. Fyrir að fyrsta, það er hundur í okkur. Nú. Það er sko mest lesna fréttin hérna, sé ég. Einhver þvælu frétt. Einhver kona í Oxford, Bandaríkjunum, Susan, vill að fólk hætta að koma með kökur í vinnuna. Hvað rugl er það? Það er bara verið að vega svo illað starfsvegi okkar, föstudagskaffið, að taka þennan lið og banna hann inn á vinnustöðum. Henni finnst það óþarft að fólk sé að... Koma með kökur? Hún vill að fólk láta þeim ósið að koma með kökur og önnu sætið inn á vinnustað við minnstu tilefni og freista samstagsfélaga sína. Já, einmitt. Mega sens. Þetta er highlight í okkar vinnusögu. Já. Að geta átt góða stund með vinnufélögum. Ég segi það. Og líka bara vera góður. Ég gerði þetta oft þegar ég var að sefast. Já, þú veist. Kom random, heyrðu, ef einhver vill brauð og túnfisksalat frá Brauð og Kó, þá er það frammi. Ég segi það. Fólk er að elska þetta. Alltaf brauðið frekar. Það er ekki mikið að kökum í boðið þar. Nei, en ég minna að það er verið að skjóta á snúðana og fleira. Já, en alltaf snúðarnir eru ridiculous. Þeir eru að leysa af þessar kökur. Já. Það er allir konur með snúða frá Brauð og Kó. Já, ég minna. Súrdeigsbrauðið to die for náttúrulega. Já, og ég ætla gaggjert eftir að ég sá þessa frétt. Ég ætla að hvetja fólk til þess að skransa núna á leiðinni vinnuna og skottast í Brauð og Kó, koma öllum óvart. Já, bara koma með fyrir vinnustæðin. Það er líka sér tilboð pakkadílar fyrir skrifstofunar. Og bara fyrir mig, ekki taka nótu, ekki fá þetta endurgreitt frá neinum, bara gleðja vinnufélagana. Þau vilja fá Brauð og Kó. Það sem að gleðu þau nú þegar í dag er að það er engin að bauna við kaffið frá Lavazza. Nei. Svart hilki, þetta er eins og að bíta í baunina fyrir þá sem að vilja alvöru koffínskot. Já. Þú ert búin að vera að bíta dálítið í Ég bít í baunina, ég er bara á hverju mótni, ég er að teima út snarbilaðan 2 ára. Ég segi það. Ég þarf 2 baunir áður en og ég nenni að kveikja ljósin hjá honum til að takast á við þetta.
Þið þekkið þetta auðvitað, engin stúri frá túrin. Nei. Og þú verður ekki stúrin þegar þú drekkur kaffi frá Lavazza. Kunnum þeim ásamt brauð og kó bestu þakkir fyrir samstarfið. Já. Herðu, sko, fréttir svona nýliðinar viku. Það nú búið að vera ýmislegt hérna eins og ég segi. Og sko, það var eitt inn í deglunni sem að mér fannst dálítið skemmtilegt. Brynja Dan, við höfum nú komið inn á hann áður. Brynjar Dan? Brynja Dan. Já, Brynja Dan. Með ekstra loppuna og þetta allt. Já. Það kemur Þessa 90 markaði. Já, þessa 90 markaði, sko. Nú ekstra loppan, hún búin að hækka þóknunina á básunum hjá sér. Já, ég sá eitthvað. Úr 15 upp í 18%. Já. Komish, og sem sko, það raun hækkun upp á 3% stig. Það er vissulega hækkun upp á 20% þarna. Hlutfallslega. Já, á einu bretti bara. Veistu hvernig frá 18 upp í 15. Já, veistu hvernig hún greinir meðalgrein til fólki? Nei. Það hvort að kunni þennan höfureikning. Já. Út af því alltaf, þetta bara 3% hækkun. Já, þetta bara 3%, já, ég þoli það ekki, sko. En þú veist að einhver meðalgreindur ef hann gerir sér grein fyrir að þetta rauninni 20% hækkun á verðinu. Já, og þú veist, talandi stýrivexti líka. Já. Þeir ekkert bara búin að hækka 4%. Þeir bara búin að hækka 4%. Þetta bara 1% hækkun. Bara margföld hækkun þarna. Þeir bara búin að hækka 4 í 5%. Þetta bara 1% hækkun. Yfir hvert að væla. Ég segi það. Já, þannig að en sorry, aftur í 0,75%, sko. Já, en aftur að þessu. Þetta er rétt sem þú ert að segja. Þetta er 20% hækkun sem er gott, slæmt. Finnst þér það svæsið? Mér finnst þetta eðlilegt, þú veist, hún alltaf talar að reksturinn hafi verið erfiður síðustu ár og sérstaklega í kjölfar þessara 4 launahækkana og nú eru þú veist, vísitölu tengt leiga og allt það. Já. Og hún telur þetta að vera nauðsynlegt skref en þau eru náttúrulega með 15 manns í vinnu og þú veist, eins og ég skilna vel, það dynja bara yfir okkur hækkanir. Er ekki verðbólgan bara... Sko, það er náttúrulega... Hún að fara á flug. Það er ekkert eðlilegt hvað er verið að þrengja líka af atvinnurekendum. Þú veist, það ég held að almenningur sem hefur ekki verið að stúsast svona í eigin rekstri gerir sér ekki grein fyrir, eða sko bara enga veginn grein fyrir öllum gjöldunum bara í kringum hækkanir og þessi gjöld og þau eru líka tengt starfsmönnum og þessu, sko. Alltaf þú ert með hérna inn í heimabokkanum staðgreiðsla. Já, það veit enginn hvað þetta er. Það er bara skattur pluss tryggingagjald, það er það sem það er. Staðgreiðslan, verður maður ekki bara að borga þetta? Svo er bara mótframlag í lífeyrissjóð, skilurðu, og bara sturlun og þetta er bara, þetta er galið. Þú þarft að klippa þetta út. Nei. Það er ein regla í þessum þætti, eins og Hjöppi vinnur okkar í Dokk segir alltaf, aldrei fokk í Tyrkjum. Það er okkar regla, ekki fokk í Líbónum, ekki fara í Líbana. Ekki fara í Líbana, draða þetta tilbaka. Við eigum að borga lífeyrissjóð. Talandi Tyrkland, ég veit ekki hvað við erum að tuða hérna með efnahagsástandið þar. Já, það er 80% verðbólga. En það er bara ein regla í þessu lífi, krakkar, ekki hjól í Líbana. Nei. Við sjáum það að Bjarn og Sjallarnir eru á hálum ís núna, út eða hjólu í Líbana. Já, við viljum það ekki, sko. En svo er þetta náttúrulega, sko, eitt skemmtilegt, það fylgir náttúrulega í þessari frétt, sko, að ekstraloppan hefði greitt sér úr 22 milljónir í arð. Já. Svo, þú veist, veit ekki hvort það hefði verið eitthvað erfitt á þessum bænum, svona miðað við annar staðar, sko. Fólk þarf að lifa. Já. Þetta þarf fólk að lifa, skilur. Að við fórum einmitt yfir það á sín tíma. Það var nú vinsæl frétt þegar að kom fram að ekstraloppan hafi greitt 22 milljónir út í arð. Var skrifuð frétt um það? Já, var skrifuð frétt. Við fórum yfir það hvort það verið í júní að júlí. Þannig að en þetta er, eins og ég segi, þú veist, það er allavega, þú veist, það er erfitt að vera með lítið meðalstórt fyrirtæki í dag með marga starfsmenn. Þú veist, það þrengir að. Það er bara þannig, sérstaklega. Já, þú veist, þetta telur svo ógeðslega hátt þessi launatengdu gjöld. Það er allt í lagi að réttlæta fyrir þér að borga starfsmanni bara þokkalega há laun. Ef hann myndi lifa við það að hann fengi öll þessi laun. En það sem er svo súrt er, 500 skall í laun, lífbarnir, launatengdu gjöldin, skattarnir, einhver 100-200 skall ofan á það. Og svo fær launþeginn sjálfur ekki einu sinni. Og líka, ég meina að þú ert sjálfstætt starfandi bara fyrir hverja milljón útborgunin, þetta er bara 50%, sko, að því sem þú tekur inn, sko. Þannig ég stefði með Brynju í þessu. Hún hefði átt að hækka upp í 20%. og segja bara, þetta er bara 5% hækkun. 33% hækkun. Þetta er bara 5% hækkun. En svona burt séð frá öllu, þú veist, eins og með hennar konsept, hvað er að því að rukka 18-20% fyrir þetta?
Nei, bara í raun ekki, og mér langaði kannski aðeins að ræða það, þú veist, bara með bransan, skilur ég meina, þetta er alveg þekkt að segjum bara sem svo að þú ert kannski að selja auglýsingar eða eitthvað, þá er alveg þekkt þóknun í kringu 30% eða 30-40%, þannig að hérna, og sömuleiðis bara með alls konar svona SaaS þjónustur. Já, ég þekki nú bara úr ferðaþjónustunni. Mér finnst þetta í rauninni engin galið þóknun, sko. Nei, ég meina hún hefði átt að fara í 25-30%. Bara taka eitt. Já, maður hefur nú séð hana eins, sko. Já, en hérna, þetta er sama í ferðabransanum. Það er nú íðulega búið að bauna yfir hérna, hvað heitir þetta, Booking og TripAdvisor og talað að þóknanir fari erlendis, það sé ekki greiddur skattur af þessu og annað. En það eru miklu svæsnari þóknanir sem gerast oft á milli fyrirtækina sjálfra, það sem hefur verið að bjóða kannski 30-40%. Við getum nú kannski spurt Wake-up-strákuna það, þeir kannast við þennan heim. Já, við ætlum að fá þá til okkur í næstu viku, það er kannski gaman að koma inn á það. Wake-up Reykjavík og Gorilla, Daniel og Egil. Svo væri nú gaman að fá núna það verður alvöru frumkvöla tal þar. Smá markastjóra aðhald. Ég heyrði einhvern tímann þessa reglu að þeir út að selja eitthvað, þú vilt kannski horfa á það að 20% sé markasetning. Kostnaðurinn við það, allt undir því gott. Þannig að eins og í hennar tilviki, ef þið finnst 18% of hátt til að selja í extraloppunni, hvað ætlar þá að gera ef þú gerir það sjálf? Þú ferð á Bland, þú ferð á Facebook, eitthvað annað. Þú sparar þessi 18-20%, en vesenni sem fylgir því að fá message-in, að þurfa að skuttla þessu eða fá einhvern heimtíðin. Þannig að ég held að þetta sé bara, hún hefði átt að fara upp í 25%. Klálega, já, þú veist, og við höfum verið að sjá þetta líka, bara svona veldutengt þóknun og annað, þú veist, í svona leigubusiness og öðru, þú veist, á eins og matsölustöðum með öðrum mathöllum og þannig, þú veist, þetta þóknanir eru allt líkjandi og en in the end, þú veist hvað gerist? Neytendur tapa. Þau sem að selja hjá þeim munu bara hækka vörurnar hjá sér sem því nemur og Ásgeir bara, það að hýrast upp í verðbólgunni. Það alltaf þannig. Já. En herðu, svo skemmtileg grein Goldman Sachs, þeir að spá hækkandi verð á áli og það náttúrulega stórkostlegt fyrir fyrirtæki eins og Landsvirkjun. Já. Þeir eru með einhvers konar álverstengingu inn í samningum hjá sér og svo verður náttúrulega álverin framleiða bara ennþá meira sem að þetta hækkar orkureikningin og þetta gefur ágætlega af sér. Já, en þetta álverð ekki bara álverð, við erum nýbúin að læra það. Þetta er bara, þetta er rauninni index fyrir áltegundir sem við erum að selja. Algjörlega. Hvað hétt það sér? Þetta hétt álþinnur, þetta voru vír og eitthvað. Bögglar, já. Þú veist, það hétt samt ekki bögglar. Já, þannig að þú veist, fólk heldur ofta að þetta sé bara eins og litli gullklumpar, að það sé bara verða á áli. En þetta er rauninni samsett af þetta eru mörgum mismunandi vörum sem eru framleiddar. Svo er þetta líka algengt að senda ship út áli til að bræða það. Já, það er bara ein vara, þá bara færðu hvað getur maður, bara lítinn klump sem að þú þá bara mótar eftir eigin höfði. Já, ok. Það er ýmislegt gleðifréttir, þú fagnar herra álverði, ert að shorta Boeing sem að þurfa ál í flugvélar og bílaframleiðendur. Já, en þú kannski kemur nú inn á það, við kíktum nú upp í Landsvirkjun daginn, fórum í smá vettvangsferð. Vettvangsferð? Já. Þetta var aðhaldskaffi. Já. Það var staðið og öskraði á okkur í 40 mínútur. Alveg aðhaldsbollið þarna sem við fengum framan í okkur. Nei, við náttúrulega rættum þessi Viljið Lavazza og það var hort á bollan og rækt í hann og svo voru þessu skvetti í andliti. Nei, þeir voru mjög almennlegir. Við fórum þarna náttúrulega, við rættum í þar síðasta þætti gott ef ekki var upprunaábyrgðir og annað í tengt þessum orku geira. Kemur í ljósa að þú veist, við erum bara í rauninni að selja frá okkur öll uppruna vottorinn eða ábyrgðirnir eða hvað sem þetta kallast og erum bara komin í kjarnorku og kol og eitthvað fleira. Já. Akkurat. Þannig að og það er mitt annað, ég kalli alltaf uppruna vottorð en þetta uppruna ábyrgðir. Já, þú veist þetta er guarantee of origin. En í framhald af því var okkur bóð að kíkja þarna og fengum skvettuna framan í okkur og nei, við segjum svona. Sko, en við áttum góðan fund. Já, tilfinningatumi sem stjórnar samfélagsmiðlum og veður í kommentakerfum og baunar yfir allt og alla hefur verið ansi hávaður undanfarið. Og það er út af því að það er allir að segja þetta muni hækka orkuverð. Og við svo sem vorum eitthvað básum þetta og búið í kaffi. Allt er góð með það. En in the end, þá mun þetta sennilega snúast upp á það að neytendur muni hafa val.
þú veist, tökum bara stutt recap, ég undirbjó smá. Stuttasagan, af hverju þetta til, svo að þetta hluti af markmiði ESB að orkunotkun innan ESB verði 32% úr endurnýjanlegum orkugjöfum fyrir 2030. Þetta var sett á laggirnar 2010. Þetta semst reglugerð 15 úr EU Directive 2009-28 EC. Googlið þetta eða viljið lesa þetta. Þessar uppruna ábyrgðir er semst að standa fyrir það að þú færð eina ábyrgð fyrir hvert framleitt magn af megavatti. Sem sagt, dæmi, þú átt virkjun, þú framleiðir 10 megawatt, þú mátt selja 10 uppruna ábyrgðir. Skilja? Já, ég með þér. Já, í grunninn er þetta að hluta til sambarlegt og það sem heitir upprunavottorð, það sem talað Made in China, Made in Iceland, það sem hönnuðir eða framleiðendur slá á, heyrðu, þessi vara er framleidd á Íslandi, það er plús. Núna kom þetta í orkugeirann, þetta er úr endurnýjanlegum orkugjöfum, það er plús. Skilur, og þar búum við vel. Já, annar hluti af markmiðinu með þessu er að auka orkuvitund, þannig að þú vitir hvaðan orkan heima hjá það kemur. Það sem að gera þetta pínu flóki fyrir Ísland er að þetta er ekki vandamál hérna. Að því sögðu að út í heimi, og kannski tökum Evrópu sérstaklega, þá veistu í rauninni ekkert dag frá degi hvort þú ert að borga fyrir gas, kol, vind eða sólarorku, eða mögulega kjarnorku. Og því að þú getur bara verið að kaupa orkusala sem er bara inn á kerfi að kaupa orku héðan og þaðan, kvimpin og kvampin. Þannig að þetta var líka sett til að auka þessa orkuvitund og búa til þennan hvata að þú fari að kaupa endurnýjanlega orku. Aftur, pínu trikki, því að Ísland er gjaldgengt í þessu kerfi og framleiði sín megavött eiginlega bara úr endurnýjanlegum orkugjöfum, en kerfið er búið að búa til þennan hvata fyrir okkur til þess að mögulega bara selja þessar ábyrgðir á markaði, eftirmarkaði. Af hverju er einhver að kaupa þetta erlendis? Við vitum neytenduna og hvort þau myndu borga fyrir þetta, en verksmiður erlendis til að uppfylla kvóta orkunotkun, það í einhverjum tilfellum kaupa þessi upprunavottorð til að geta sagt það var stutt endurnýjanlega orku eða vilja það. Svaka umhverfisvæn og flott. Já, og flott. Það er næsti punktur. Þau eru að skreita sér fjöðurum græna orkunotkun sem þau eru ekki að nota og í rauninni sýna þau áhuga á að kaupa þessi vottorð til að setja á framleiðslu vöru. Það er að segja, það var tekið dæmi af hvað var ekki, mataframleiðandi sem er bara ekki með endurnýjanlegan orkugjafa, kaupir uppruna ábyrgð frá Íslandi og getur þar alveg undir sagt, heyrðu, þetta er hakkabuff af endurnýjanlegum orkugjafa. Lélegt dæmi. Þetta er bara svona þessi stimpill, skilur. En þetta í hugum einhverja neytenda í Evrópu þýðir, heyrðu, ég ætla að kaupa hakkabuff og þetta var gert með endurnýjanlegum orkugjafum. Og þetta er náttúrulega, þessi vitund er alltaf að verða meira og meiri, bara hjá bæði neytendum og bara fyrirtækjum, þú veist, sem eru þú veist, viðskiptum við Birgja á aðra, sko, að upprunin sé grænn. Akkurat, og ég meina, þetta er bara aukast á Íslandi líka, þessi vitund. En það sem stingur okkur svolítið stíft í augun, getur maður sagt það, stingur hann stíft í augun. Stingur bara í augun? Já, stingur í augun, ekki stíft. Er að sko, við erum búin að vera að selja þessar uppruna ábyrgðir úr landi út af því að þau framleiða þetta og ekki allir framleiðendur hér á landi vilja borga fyrir þetta og þar af leiðandi tökum við hafa ekki verið að borga fyrir þetta. Já, og þá tökum við eitthvað mix af Evrópumarkaði sem sýnir að uppruni raforku á Íslandi eftir orkugjöfum var jarðefna eldsneyti 63%, endurnýjanlega raforka 13% og kjarnorka 24%. Ok. Ég vona þessi ekki að týna fólki, en þetta er það sem að stingur okkur svolítið skringilega, stíft. Og þú veist, og svona pirraði mig smá, því að... Já, en, ok, höldum áfram. Þegar svona hugmynd er tekin og gerða hráföru, eins og er búið að gera, það er búið að gera vöruvæða rafmagn þarna, eða uppruna ábyrgðina, að þá verður til frum og eftirmarkaður, sem stjórnast af framboð og eftirspurn. Framboðið er framleidda orkan, hérna heima, og eftirspurnin er neytendur og fyrirtæki. Það sem búið að vera að gerast núna undanfarin ár er að eftirspurnin er að aukast eftir því að vera umhverfisvænn sem hefur gert það að verkum að verðið á þessu hefur verið að hækka á eftirmarkaði og þeirra spá, ég ána bara ekki með töluna, var held ég 6 evrur fyrir ábyrgðina fyrir síðast ár, getur það ekki verið? Ekki, úr 2 evrum, þannig að það er ekki eins og að sé allavega hækkun.
einhver dulbúinn maður út í heim að borga fyrir þetta eru peningar, fólk actually að borga fyrir þetta og það sem að breytast núna að Landsvirkjun hefur hingað til gefið þessar upprunaábyrgðir með til okkar Íslendinga allavega endaneytinda og núna mun það örugglega liggja fyrir á næstu allavega 12 mánuðum til árum að við þurfum bara að fara að gera þetta val og þá benda það sem hefur gerst í Noregi að þið getur farið inn á Örbjörg og sé raforkusalinn ykkar og það sem að mun aukast og spáni svo að vöruúrvalið mun bara breytast þannig að þegar þú velur raforkusala þau mun annarkvort böndla það þegar þú kaupir krónur og kílówatt fyrir segjum 10 krónur þá ert að velja, ég vil fá upprunaábyrgðina með svo mun örugglega koma einhver raforkusali sem að mun kosta bara 6 krónur strípað krónur per kílówatt og upprunaábyrgðin ekki inni þannig að þú fær val að kaupa hana með getur bætt þessari premíu ofan á Já, og það í rauninni það sem snýr að raforku verða að hækka rafmagnsreikningurinn þinn ef þú munt fá þetta val þarf ekkert að hækka frekar en þú viljið það og svo þetta líka enga þannig upphæðir út að þú veist að tala að ef þú tekur endurnýjanlega þetta var einhverja 130 krónur eða eitthvað ef þú tekur sér að grænu leiðina þá er þetta einhver 130 til 200 kall að meðaltali á þú veist fyrir svona meðaltals húsnæði þannig að það sem að mun örugglega spilast út sem það sem að tilfinningatumi skilur ekki að hann mun fá val vil ég borga meira og fríða samvisku mína með það að ég sé actually með upprunaábyrgðina eða veit ég það bara innst inni að ég að nota endurlega nýtanlega orku og ég ætla bara að borga mitt rafmagnsverð bara fyrir það ég ætla ekki að borga fyrir ábyrgðina og það er alveg ekki að fara að skreita með einhverjum fjöðurum eða hvað sem það er þannig að tilfinningatumi í kommentarkerfum má aðeins róa sig þetta mun að öllu líkindum ekki hækka heimilisverð nema og bara kjósir það að borga fyrir þetta sérstaklega og ef það gerist þá er það nú ekki mikið þú veist kannski eitthvað í prósentum talið en í krónum ekki en svona til að draga þetta saman út af því að tilfinningatumi er búin að vera mjög harðorður í garð Landsvirkjunar bara til að draga saman mína persónulegu skoðun þá finnst mér þetta algjörð þvæla, þetta kerfi ég finnst það bull en á móti þá er þetta búa til jákvæða hvata til þess að núna getur Landsvirkjun mögulega að fara í einhver verkefni sem voru ekki jafn arðbær út af því að þetta kemur inn í sem auka tekjustreymi sem var ekki gert ráð fyrir í öðrum áætlunum kerfið finnst mér að vera bull en að þau skuli vera hætt að gefa þetta og þetta fari bara á markað hárrétt ákvörðun að mínu mati þetta er bara auðvitað jákvæðar fréttir þetta er bara jákvætt fyrir þetta er bara auka tekjustreymi þjóðhaginn og það væri algjör þvæla og hér er bara verið að spila eftir reglum sem að við náttúrulega erum ekkert sérstaklega hrifnir af þessu systemi og höfum alveg básúna það bara þessu systemi í heilden þú veist af hverju ekki að nýta þegar við getum það Já, og þú veist, inn í end, þetta mun bara gefa neytendum val ef þú ætlar að vera jafn umhverfisvænn og segist vera þá bara borgaru ef ekki, þá tekur þú bara rafmagnsreikning Svo er náttúrulega hægt að fylgjast með rafmagnsverði inn á Örbjörgu sem er annar ykkur samstarfsaðili hjá okkur Já, akkurat Þar getur verið fróðlegt að fylgjast með þessari uppfærslu þegar verður farið að bæta þessari premíu ofan á hvort að það mun ekki koma Já, og það er það er áhugavert Örbjörg er náttúrulega búin að vera með puttan á púlsinum í þessu að það var alltaf svona grænt laufblað hjá orkusölum alltaf rafmagn frá raforkusölum hér í töflunni koma frá endurnýjanlegum orkugjöfum annaðhvort vatnsafli eða jarðvarma og það sem að sér núna er að það er engin með þetta inni í dag þannig að þá má einhvern veginn gera ráð fyrir að það sé búið að böndla þessu þannig inn Nei, ég myndi gera ráð fyrir að þetta væri núna að kaupa strípað rafmagn af hverjum og einum og ef þetta græna fylgir með þá ætti þú eiga rétt á upprunaábyrgðinni Annað með það út af því við erum að tala um frummarkað og eftirmarkað við getum bara að fara að treyta segjum að við kaupum af ódýrasta orkusalunum N1 rafmagn og upprunaábyrgðin við kaupum hana með svo kannski hækka verð á upprunaábyrgð þá getum við bara að fara að selja upprunaábyrgðin aftur þarf nú að gæti þurft að kaupa eitthvað miklu magni til að til að standa undir þóknanakostnað og annað en in the end, þú veist, þetta er bara kerfi sem að sprotti upp úr ESB það eru græni hvatar og allt það en þetta er neytendadrifið þetta er eftirspurnadrifið, það er verið að borga fyrir þetta, verðið er að hækka út af því að það er eftirspurn eftir þessu ekki spurning og þá mun það bara sannast hvort að tilfinningatumi ráði við það Já, það verður fróðlegt að fylgjast með því en
Við viljum minna líka á áskriftina hjá Örbjörgu, það ekki bara raforkan, það eru húsnæðislánin og allt þar inn á. Svo það áskriftin hjá þeim fyrir 1190 krónur á mánuði, þar sem að þú getur bókstaflega sparaðir 100.000 ef ekki milljónir. Já. Á því að bara, þú veist, taka réttar ákvarðanir með Örbjörgu. Akkurat. Herðu, þá látum við þessu talið þínu lokið uppruna ábyrgðir. Já. Vona fólk sé einhverju nær með það. Já, það má alveg slaka á. Vonandi fáið bara val inn í end. Það áhugavert að spá í þessu því að Landsvirkjun og bara, þetta náttúrulega talsvert mikilvægt fyrir þjóðhaginn. Við getum verið að þau voru að reikna með 15 milljörðum. Já. Ætlum við að friða samvinsku tilfinningatuma og bara gefa þetta. Það hægt að byggja nýja þjóðarhöll fyrir það. Já, til dæmis. Já, var ekki talað 15 milljarða í kringu það? Jú, sem eru... Fróðilegt að sjá hvar þau ætla að finna fjármagn í það. Þau hefði eiginlega átt að spila það þannig. Við ætlum að eyrnamerkja hennar pening í nýja þjóðarhöll. Landsvirkjunarhöllin. Nei, herðu, svo er nú fleiri fréttir líka hérna. Unity, maður minn, með hann Davíð okkar Helgason, fremstan í farabróti. Já. Hann reyndar ekki stíðin aðeins til hliðar? Jú, hann er eitthvað búinn að selja sig út úr þessu, hann á nú eitthvað ennþá í því samt. Já. Hann er þarna samt eitthvað viljandi sko, en þau eru á leiðinni í aðra uppsögn, strax. Já, býtu aðra, hvenær var svo fyrsta? Tæplega 300 manns, þau sögðu upp svipuðum fjölda fyrir hálfu ári síðan. Þannig að nú hefur verið að segja upp, tæplega 300 manns aftur. Já. Það eru hvað, einhver 6 eflingar ígildi? Já, hvað var eflingar ígildi hjá okkur? 56? Nei, við erum alltaf eitthvað ruglað. 58, 59. Þetta er allan að starta eflingar ígildum og svo er líka, þú veist, bara tæknigerinn heilt yfir. Sko, Microsoft er líka í vikunni að segja upp 10.000 manns. Já, ég tók samantekt þetta fyrir jólmastu. Já. Stærstu hópuppsagnir. Já, einmitt, já. En þetta er náttúrulega bara nýlegt frá Microsoft núna líka. Ég er bara að uppdata, ég er uppfæra. Já. Þetta er bara lag og ofan á lag, sko. Það er alveg kreppa í gangi hjá þessum fyrirtækjum í tæknigeranum og sko hlutabréfaverð Unity, það er til dæmis búið að falla 84,4% frá því að var í hæstu hæðum. Og það er reyndar talsvert meira en hefur tíðkast hjá tæknifyrirtækjum almennt. Toppnum virðist hafa verið náð hérna hjá þessum helstu risum svona frá september til nóvember 2021. Mér langaði aðeins að fara yfir þessi helstu og sjá hvað þetta hefur fallið í hlutabréfaverði frá þessu hámarki. Sko geirinn heilt yfir. Nú fór ég að skoða vísitölur eins og S&P Software and Service. Já. Og sömuleiðis Nasdaq 100 Technology sektor. Þeir eru báði búin að falla 38% frá þessu hámarki sem var þarna svona cirka november. Og eins og ég segi, Unity 84,4%. Svo eru þessi svona stærstu Microsoft 31%, Meta 65% niður. Já, Apple tæplega 25%, Google tæplega 39%, Amazon 48%. Og hér er náttúrulega bara spurning hvort að fara að fylgast einhver kauptækifæri, ég meina Meta. Jú, þú hefur nú eitthvað fylgst með þeim, viltu kannski? Nei, ég stökkin í Meta. Þau eru búin að hækka tæp 50% frá lágpunkti í november 2022. Já. Varst þú ekki eitthvað að dutta í þeim í desember? Jú, ég keypti Meta fyrir 20 skall og er kjaftaði, þannig að áfram. Hvað meinar þau? 20.000? Keypti nú fyrir meira, þú veist, við ætlum ekki að fara að kasta einhverjum. Ég keypti fyrir $200 og ég er 49% upp. Já, ok, já. Það er flott, þú veist, tökum því alla daga. Já, ég meina í 10% verðbólgu. Já, þetta er fínasta raunávöxtun. Já, ég held það. Svo er náttúrulega, já, þú veist, það er bara, segðu þú nú aðeins frá þessum lista sem þú ert skráður á núna. Hvaða lista? Þú ert búin að vera að kaupa og keypti nú í einu félagi sem ég hafði helviti Já, sko, ok, við getum rakið Bútbarn? Já, sko, við getum rakið sögum mína þannig að það er postlisti þarna sem fjallaði mikið Twitter talaði kauptækifæri í Twitter ég fóð þar inn, tók eitthvað 40% þar, ekki 40, ég held að vera 33% hækkun út af þarna ARB-spreadinu $200 sem eru til úr því fóru beintin í Meta og það er 49% upp og það nýjasta frá vinnum mínum er Bútbarn Holding sem er upp 5% frá því síðustu viku og það er sem sagt
það sem sagt búð út öll Bandaríkin sem selur stígvél, kúrekastígvél. Og það búið að sko, bera ágætis ávöxt. Já, ég meina 5%, ég er ekki að bara kvarta. Bara nokkrum dögum? Nei, ég skal bjóða þér í mat einhvern tíma fyrir bútbarngróðan. Takk fyrir það. En það sem er skemmtilegast við þetta sko, þetta svona under the radar fyrirtæki. Því að ég bara finnst svo absúrt að þessi stígvéla fyrirtæki sko, eða svona sko country stígvéla svona amerískt fyrirtæki á markaði sko. Já. Bútbarn Holdings gengur bara dröldu vel. Þetta er náttúrulega sýnir bara hvað Bandaríkjamarkaður stór, þú finnur allan anskotan, það er allir skráðar á markaði í Bandaríkjunum sko. Já, það líka við sko. Nema SpaceX. Eru þau ekki komin? Nei. Það hlýtur að koma. Já. Heyrðu, hefur að grípa hennar Musk-sögu það? Já. Uppáhaldsmarkaðurinn minn núna eins og rafbíla Una. Nei, hver er þarna Bruna? Rafbíla Una. Já, veit hvernig var ég er að kalla eftir greiningu á rafbílamarkaði. Sko, það sem er áhugavert núna, okkar maður í Musk. Hver er hér að Bruna? Rafbíla Una. Út af því að við erum með öll okkar augu á rafbílamarkaði. Og sko, það sem gerist núna í byrjun janúar, okkar maður Musk í Tesla, sem er ekki sá vinsælsti hér á landi, hann ákveður að droppa verðinu á nýjum Teslum. Já, þetta er alveg bara þvert á allar spár. Þetta er stórmerkilegt. Já, og þetta er áhugavert fyrir margar sakir. En það er eiginlega ekki búið að tala annað síðan svona ágúst, sept, okt. Svona helstu fúskaralandsins helst búin að vera að ræða þetta. Já, nei, sko bara rafbílaeigendur aðrir eru búin að vera brjálæðir og því að það er held ég annarkvort var að vera að hækka gjöldin á því að flytja inn rafbíl eða afnema afsláttinn á innflutning á rafbílum. Ég er að segja svona helstu fúskarlands er búin að vera að tala fyrir þessum kauptækifærum sko. Já, sko þú kemur kannski inn á það eftir. Já, að sko það eru allir braskara landsins búin að sjá sér gott í glóðurinn. Ég myndi segja fúskarar frekar. Já, þetta kallar fúsk. Já. Að bara, heyrðu, ok, það er alltaf að fara að hækka í janúar. Best að flytja inn 2, 3, 10 Teslur. Öfgavilsdæmið sem ég heyrði var gæja að flytja inn 10 Teslur sem að koma inn í desember. Og undir eðlilegum kringstæðum þá hefði allt gengið upp. Þú hefðir tekið einhverja væna hækkun milli des og jan og farið fínt út að borða allar helgar þar sem eftir er árunu fyrir rafbílagróðan. Það sem gerist hins vegar er að Tesla tekur þessa ákvörðun að lækka á sama tíma og fjöldin allinn af bröskurum er búin að vera að flytja bíla á hærra verði og ef að markaður á Íslandi er skilvirkur þessi rafbílamarkaður sem ég held hann sé því að það er rafbílagrúppa sem er fáránlega aktív og tók saman Google Sheet-skjal yfir alla rafbíla á Íslandi verðið að þeim fyrir og eftir áramót og hækkunna í prósentum og ég hérna með dæmi af Tesla Model E þekkirðu það? Er það ekki jeppin eða? Jó, þetta er svona, má ekki segja þessi jepplingur Já, svona það sem hurðirna fara upp Já, getur verið. Jú, ok, allavega bara, máli er þessi djöfull hérna? Já, máli er bara, Teslur, þetta er ákveðið benchmark á þessum rafbílamarkaði. Þau auglýsa ekki, þau eru svona ákveðin statussymbol, þau voru fyrst, þetta eru gæði, múskarinn á bakvið, það er töff að vera Teslu. Það eru líka til miklu dýrari bílar og það eru til ódýrari bílar. En Tesla eru með mesta hlutdeild og margir sem kaupa ódýrari myndu þetta freka vilja kaupa Teslu en kannski þessi dýrur af því sem ég heyri eru bara, já, Teslan er bara þarna ég fer bara í Audi, ég fer bara í þessa old school gæja Ok, tökum dæmi að því hvað er að gerast það er hérna Tesla E standard, Tesla Performance og Long Range nýr Tesla Model E Long Range kostar samkvæmt þessu skjali 7,7 milljónir en kostaði áður 8,6 Það eru fleiri dæmi hérna, ódýrasta af þessu er núna komið niður í síndist með 6,5 milljónir sem var hérna Tesla. Mér myndi að, sko ódýrasti bílinn, hann er alveg á viðráðanlegu verði, þannig. Já, og það, ég kemur á það á eftir. En af 22 af 24 bílum sem verið að selja nota inn á bílasölur.is þá er þetta allt sömu bílar á 8 milljónir pluss sem segir okkur það Arnar, í hvaða heimi myndið þú kaupa nota Tesla dýrara engum heimi heldur en nýja en þetta er bara dæmi þessa svona hvað segir maður þessi tókstreita, þú veist, seljenda
að bara vilja bara hodla í þetta verð, skilur sem að það sem er lang áhugaverðast núna er að fylgjast með svona eins og því second order effect ef þú keyptir þetta á lánum þá ertu væntanlega að borga lán af Tesla sem að er búin að falla kannski 750 til 1,5 miljón í verði út af því að mögulega líka meira frambúð eftir að koma inn vandamáli líka að þú ert búin að taka þetta inn og bara Ísland er dauður markaður hvert að við fara með þetta það eru meiri lækkanir búin að eiga sér stað í Kína, Danmörku, flutningskostnaðurinn það er einhverju sem situr uppi núna með hærri höfustól á láni heldur nú fær nýjan bíl á í dag, skilur við bara eins og húsnæðismarkaðurinn í hruninu sko. Og það sem er að fara að gerast núna líka annað sem er líka illa gaman að hefur ekki ég þekki nú nokkra Tesla-eigendur þau hafa alltaf réttlætt kaupin þetta hækka bara og ég veit alveg dæmi ég þekki strák sem að seldi bara bíl sem hafa búin að eiga Tesla í 2 ár á sama verð og hann keypti hana og það er alveg rétt hjá þeim þetta er búið að hækka en vandamáli núna þetta er frambúð eftirspurn að ástæðan fyrir að mér skilst að sé að lækka er út af því að þau eru einfaldlega bara búin að ná betra taki á framleiðslunni þannig að þau eru að ná að framleiða fleiri svona bíla fram til þessa þá hefur alltaf verið meiri eftirspurn heldur en frambúð en ef allt stendst hjá þeim núna þá áraunni bara hver sem er að geta pantað sér nýja Tesla og það verður bara ekkert vandamál bara standard biðtímar eins og alltaf þannig að þetta er svona nýtt lögmál sem að ég held að Tesla-eigendur hafa ekki þurft að búa við undanfæra þessi saga, hann hækkar svona 20% á leiðinni heim gæti verið að breytast í, hann lækkaði reyndar 20%. Það er svona áhugavert að fylgja, ég held að þetta er svona fordama laust nánast sko. Já, ég held það. Ég held það. Sko. Kynnaðu þetta ekki bara núna í byrjun árs, hvort það hefur verið bara fyrstu vikuna, 7. jan eða eitthvað? Jú, þetta kemur bara... Sko, Tesla er búið að hækka bara frá áramótum næstu í 20% á hlutabréfamarkaði. Já, ég þarf að henda mig þar inn. Ég elska hvað að... Gæti verið kauptækifæri að myndast þarna aftur, við veitum ekki, við þekkja nú allir þetta Tesla-æventýri þarna. En sko, annað, ég ætla að segja, ég held að besti braskara klúbbur landsins sé Old Class Smáralind frá svona 8 til 9 á mótnana þegar ég nenn að mæta. Þegar þú ert alltaf þegar þú mætir, þá er Bjössi Peiti að klára. Lesaður, ég þarf að fara að senda reikninga og segja mér frá einhverju bílu sem er í gang. Ég svitna bara við að horfa á hann, segja mér frá hvað er að koma hjá Peiti. Það er svo margt gott. Svo er ég hitta þarna Snorra Sturlu, Dómus Nóa, fasteignir. Maður fær alltaf að létta fasteignum. Svo er ég með eina ninju sem er alltaf að segja mér alltaf að létta bíladæminu. Bara bílasölu. Og hann sagði, það eru krísufundir núna hjá öðrum umbúðum. Og hann talaði hérna, bíp, nefndi sérstaklega bíp, sem eru búin að kosta... Umbúðið bíp þá. Já, búin að kosta eiginlega sama og nýjar Teslur að fara að kosta. Að þau vita bara ekki hvað ég að gera við þessa bíla. Þau eru búin að hækka á 20%, tækt á sig, út af því að Tesla svolítið stýrir þessum verðflokkum. Núna er þeir alltaf í norðum miklu ódýrari. Hvað ætlar þá að gera við bílana sem voru ódýrari fyrir það? Þeir þurfa að lækka meiri verði. Þetta er ákveðin þrýstingur sem þau eru að setja þarna líka, sko. Þannig að þetta er áhugavert. Að lokum, það er eitt pínu pirrandi í þessu, eins og með marga aðra markaði. Það vantar svona kauphöll. Það vantar að sjá trækamann eins og okkur núna að geta hendin kauptilboðum til í Tesla og 5,5 nota. Kauphöll fyrir Tesla. Já, þú veist, við erum bara með söluhliðina. Ég væri voða mikið til að sjá núna hvernig kauphliðin er að hliðrast á öllum þessum bílum. Það verður reyndar áhugavert. Já. Eða bara vera með bílamarkað. Eða þú veist, aðsinn bara svona. Kaup og sölu. Sleppa þessum bílasölum, sko. Bara hafa þetta... Já, ég vil hafa góða ninju á milli. Kötta það niður 80% og hafa þetta bara rafrænt. Já, það væri örugglega hægt, sko. Það væri bara svo ógeðslega áhugavert núna að fylgjast með bara hvernig er kauphæðunin að breytast. Það er enginn að fara að kaupa notaðan bíl dýrara heldur en nýjan. Ég held ég geti fullt kannski einanum viðskiptahugmyndin sem við erum að gefa upp hérna. Stofna kauphöll fyrir bíla. Já, ég er til. Já. En herðu, talandi um kauphöll eða hagkerfi eða hvað sem vilji kalla þetta, það eru aukakrónurnar frá Landsbankanum. Já. Sem að er náttúrulega, þú veist, í rauninni bara, hvað segir maður? Bara svona sér gjaldmiðil, sko. Já. Eitthvað sem þú átt alltaf inni. Já. Safnast upp. Við erum með díl dagsins núna. Besti tíminn til að byrja er rauninni í dag því að þú hefur núna 11 mánuði til að byrja að safna fyrir jólagjöfinni. Og veistu hvað er bestu aukakrónur? Nei. Þú þarft ekki að virkja tilboðin. Þú nota bara helst kortið. Það er bara... Og þú fær bara kassbakki. Já, og það eru 200 pluss samstarfsaðilar þar sem þú færið ekstra afslátt. Það er veltutengd náttúrulega, veltutengdur afslátt, eða ekki, afsláttur í raun, en það sem þú færið aukakrónur.
fyrir og fyrirtæki rekstri hafi endilega samband við þau bara til að komast þarna inn fyrir neytendur sem eru í alvörunni að standa í því að þurfa að virkja tilboð. Já, það gengur ekki. Aukakrónur. Díl dagsins, það er herrafattaverslun Kormáks og Skjaldar, það er 5% cashback þar. Old school. Það er old school og kaupið jakkaföt fyrir 100.000 sem er nú ekkert óalgengt svo sem. Nei. Og þú fær 5.000 krónur tilbaka. Já. Og það er eftir komið með 5.000 kall í jólagjöf handa Ásu frængu. Já, frængu. Já, bara litlu frængu eða eitthvað, svo getur keypt spil eða eitthvað. Já. Þannig að þú sér það. Sniðugt. Þeir eru líka frumkvölar. Já. Bjúkutu bríó. Já, með bar þarna og allan fjandan. Já, ölstofuna. Ölstofuna og hérna. Skemmtilegt. Já, stíðum þá. Aukakrónur, bara byrja í dag. Kíkja á þetta. Þið sjáu ekki eftir því þið fáið kassi alltaf tilbaka. Ég segi það. Svo mér fannst ein hérna helviti fyndin frétt sem að ég verði að koma inn á. Að það er að Netflix er að leita flugliða í vinnu. Já, ok. Og þau eru að leita, svo ég lesi hérna, streymsveita Netflix leitast nú eftir að ráða flugliða í eina af einkaþotum sínum. Í auglýsingu segir streymsveitan vera að leita mannesku sem getur tekið sjálfstæðar ákvarðanir og hefur mikla þjónustulut. Viðkomandi þarf einnig að geta unni án þess að fá mikil fyrirmæli og hvatningu. Launin eru 385.000 bandaríkjadalir á ári sem eru ríflega 54 milljónir króna. Það er heldur fínt. Og þetta náttúrulega vekur athygli sérstaklega í ljósi þess að Netflix þurfti að ráðast í stórar uppsagnir ekki fyrir svo lengu út af fækkun í áskriftum. Já. Og hérna, þú veist, eins og ég segi, þessi laun náttúrulega þykja óvinni há með við meðalun flugleiða bara í bandaríkjunum. Þar er 62.000 bandaríkjadalir sem er 8,8 milljónir í áslaun. Og þau vilja ekki tjási meir þetta. En þetta er svona hljómar, þú veist, þau eru að ráða þarna flugliði. Þú veist, þetta er svona, gamla orðið er náttúrulega flugfreyja. Já. Í hérna, í engaþotu frá sér. Þú veist, þetta er náttúrulega svona, skýtur smá skökku við sérstaklega í ljósi að samdráttar þau voru náttúrulega voru í uppsögnum og þú veist það lækkaði hérna áskriftarhlutfalli hjá þeim og þá náttúrulega fór allt í bál og brand á hlutabréfamarkaði. Held ég að lækkaði verst þegar verst var að búa að lækka 75% hlutabréfaverði hjá þeim. En já, svo er kannski, fyrst ég var að nefna kauptækifæri hérna áðan, þá er kannski ágætt að hafa Netflix í huga núna. Ég meina þau eru niður hvað? Þau voru niður 75% á low point, en eru búin að hækka 85% síðan. Já, frá júní í fyrra. Og þú veist, það er rauninni kom þarna einn ársfjórðungur þar sem að áskriftum hafði fækkað, svo byrjaði maður að fjölga aftur og þetta er, svo fer maður að spyrja sig bara hvenar þetta bull er búið allt, þetta er komið Apple streymisveita, það er komið Amazon, það er komið Disney, það er komið Netflix, það er komið HBO, það er komið History. Það er samt högt hjá HBO held ég. Þau eru að rúlla tilbaka með sín expansion. Síminn tók HBO daginn. Já. Maður fer bara að velta því fyrir sig, hvenar verður þessu síðan böndlar? Netflix? Nei, ég er að segja bara svona öllu. Já, þú getur borgað 4.000 eða 5.000 fyrir að vera með þetta allt. Skilur, já, geti gerst. Við höfum verið að sjá þetta bara svona síðustu 100 ár. Það er alltaf verið að böndla meiru, skilur. Fyrst voru sér mjólkurverslanir, kjötverslanir, ostaverslanir. Svo var þessu bara komið inn í það sem við köllum stórmarkaði í dag. Já. Svo fóru stórmarkaðir að fara yfir í verslunarkeðjur, skilur. Og nú er ég komið netverslanir sem eru með margar verslunarkeðjur. Og þú veist, þetta er ég meina það er líka bara nærtækara dæmi með sjónvarpsstöðvar að þetta byrjaði, MTV var independent, Discovery var independent, svo er gert roll-up og þetta verður cable network og núna er bara saman búið að gerast þarna. Það er bara áhugavert að fylgjast með þessu en það er líka bara komið á ljósin að allt og margir ætla á stað á sama tíma og allir með sömu markmið einhvern veginn en það er eitthvað við Netflix sama hvað ég segja ofta ég ætla að segja upp maður fær sér ekki í það þau eru með eitthvað á mann. Þetta er mikilvægið þess að líka vera fyrstur á markað Já, en það er eitthvað annað. Ég er búinn að segja upp Disney Plus og skrá mig svona 5 sinnum. Disney fyrir mér, ég mun segja Viaplay sama. Þessar íslensku þú veist ég hafði aldrei borgað fyrir það fyrir en ég fór í einhvern pakka til þess að fá net og síma. Hvað fleira erlendis Amazon. Já, Amazon er einhver lélegasta streymisveita sem ég hef komið inn á. Já, þú veist, Netflix er með eitthvað mode, eitthvað sem heldur í mann, þannig að... Já, þeir en fyrir mér er Disney besta dæmi, Þau eru með þarna,
Við erum með svona mikið vísindadóti, svo mikið í því sko. Já. Léttu vísindaperri. Eitthvað kísumyndir? Sögu og vísindi, Kísumyndir? Kísu, það lítið það. Þú svo þann kísukall? Já, það gleymist. Heyrðu, En, erum við ekki bara... Jó, ég held að við séum að fara að slá botnin bara í þetta núna. Sturlaðu næsti þáttur með Gorilla. Já, við nennum ekki eins og að tala um það í dag. Nei. Þú veist, það eru bara svo margir að sleikja sárin eftir síðustu vertíð. Nefndu það náttúrulega í byrjun þáttar? Nei, ekki ég. En búið ykkur undir sprengju í næsta þætti. The Gorilla Brothers are coming. Fyrir alla bara svona verðandi frumkvöðla og bara þeir sem eru í frumkvöðlaharkinu, þá er þetta menn sem þú vill hlusta á. Já, þetta er inspiration to all. Og við erum með eina spurningu sem að þú samtir. Ok. Var Egill fyllibitta á úrillu górillunni, þess vegna skýrðu þetta górilla? Já, ég veit. Við komumst að því í næsta þætti. Já. Leggjum við hlustir, segjum það í dag. Þar næsta þætti. Næsta föstaskafi. Næsta föstaskafi. Frábært. Segjum það. Takk fyrir. Bye.